eða ekki. Ég býð ykkur velkomin til 654. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Það eru 3 fundargerðir til staðfestingar og 10 til kynningar. Fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs. Það var 1223. fundur sem haldinn var 20. ágúst, orðið að laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðan lokið. Þeir sem staðfesta fundargerðina gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir, hún staðfest með 9 atkvæðum. Í næst það fundargerð 394. fundar skipulagsnefndar sem haldið var 18. ágúst. Orðið að laust fundargerðina. Bryndís gjörðu svo vel. Forseti og kæru bæjarfulltrúar, mig langar að taka til máls undir lið númer 1 í dagskrá skipulagsnefndar sem ber heitið aðalskipulag, innleiðing nýs svæðisskipulags og bréf frá svæðisskipulagsstjóra þar sem það sent sem samhljóða bréf til allra sveitarfélaganna og bara verið að hnykkja á því hvort að aðlaga þurfi aðalskipulaginu eitthvað af svæðisskipulaginu. Ég hef nú farið yfir það nokkuð svona hér að ég tel svo sem ekki þörf á breytingu á aðalskipulaginu okkar í beinu framhaldi af þessu enda átti svæðisskipulagi að taka tillit til gildandi aðalskipulag. Það þó auðvitað vatnsverndin sem við þekkjum allir inni mun taka einhverjum breytingum en við höfum ákveðin aðlögunartíma hvað það varðar hér í Mosfellsbæ og það verkefni allt saman í ferli. En það sem ég held að við þurfum kannski svona að horfa á og ég kannski bara kemur upp bara til að vekja svona máls á því og það sé eitthvað sem við þurfum að fara að hugsa núna næstu árum og það næstu misserum. Því vonandi hægt að hefja framkvæmdir á næstu árum og það svokallað BRT-kerfi eða samgönguásin eins og gert ráð fyrir í svæðisskipulagi. Þannig ég held að við hér í Mosfellsbæ þurfum að fara að huga sérstaklega því hvernig þessi samgönguás mun renna í gegnum bæinn og hvað þessu kerfi og þessu svæði verður best fyrir komið. Þannig að mér langaði nú bara svona að koma aðeins upp og minnast á þetta því að ég held að þetta sé svona eitt af stóru verkefnum okkar í skipulagsmálum núna næstu misserum. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ég kem upp ágæti forseti undir máli nr. 25 í sömu fundargerð skipulagsnefndar nr. 384. 94. 94. Og það er í rauninni sem sagt er ég að koma upp undir máli 5 í þeirri fundargerð 6 og 7. Það þannig mál með resti að í fríinu var haldinn fundur í skipulagsnefnd og þar sem gerðar voru viðamiklar breytingar á deiliskipulagi í Helgafellslandi og vegna þessa máls þá langar maður að minna á að ég bað eitt sinn Bryndísi að senda mér svör við því nokkrum spurningum sem ég sendi henni síðan aldrei skriflega en mér langar að spyrja Bryndísi þessara spurningar núna og setti mig alveg við að fá skriflegt svar við því og væri jafnvel gott að hún myndi tjá sig hérna. En til dæmis í þessu deiliskipulagi við Vegarastræti 8–22 gert ráð fyrir fjölgun íbúðum 14 og 16 bílastæði ofanjarðar. Og þar sem þessar breytingar á skipulagi Helgafellslandi eru tíðar langar okkur í íbúðahreyfinguna að óska eftir svörum við því hvað hefur íbúðum fjölgað mikið í Helgafellslandi frá því skipulag var upphaflega samþykkt og uppbygging hófst eftir hrun
Númer 2, hvað hefur bílastæðum ofanjarðar fjölgað mikið á sama tíma í hverfinu? Númer 3, hvað áhrif hafa skipulagsbreytingarnar haft á fjölgun íbúa? Númer 4, hvað hafa grænir reitir á byggingarlóðunum minnkað mikið í fermetrum talið vegna fjölgunar bílastæða ofanjarðar og stækkunar byggingarreita? Og svo var ég gaman að fá svar við því hvernig íbúablöndun var lagt upp með í Helgafellslandi í upphafi og hvernig hún hefur síðan þróast með þessum breytingum á skipulagi. Það er spurning hvort að ég á að vinda mér í næstu mál eða hvort að einhverju tjá sig þetta. Bryndís. Ég held að það sé kannski ágætt að klára þessa umræðu þetta mál og koma þá aftur. En áður en lengra haldið þá hefði verið við hæfi við upphaf fundar að bjóða alla velkomna tilbaka til fyrsta fundar eftir sumarfrí og að bjóða Rafn Guðlaugsson sérstaklega velkominn til hans fyrsta fundar í bæjarstjórn. Fyrst velvirðingar á að hafa gleymt þessu eins og ég ætlaði mér að gera það við upphaf fundar og þakka fyrir ábendingunum. En Bjarki gjör svo vel. Var það þetta mál sem ætlaði að ræða? Nei. Bryndís gjör svo vel. Kæru bæjarfulltrúar, ég ætla að reyna að leitast við að svara þeim spurningum sem að bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir lagði hér fyrir mig sem formann skipulagsnefndar. Það getur verið að maður sé svona ennþá eitthvað í móðu eftir sumarfríið en ég man ekki, en ég finna allavega ekki hjá mig skriflega þetta hefur komið í tölvupósti en ég ætla að reyna eins og ég get eftir því sem ég man það sem hún sagði hérna áðan. Það er rétt að það hefur gerðar breytingar á deiluskipulagi einstakra lóða í Helgafellshverfi. Það er þó mat mitt sem formann skipulagsnefndar og ég hygg að það sé allavega mat meirihluta skipulagsnefndar að þetta séu ekki mjög umfangsmiklar breytingar. Við höfum farið hér ítrekkað yfir það á bæjarstjórnarfundum hvers eðlis þær eru. Við sem sagt bjuggum við það hér þegar hjólinn fór að snúast aðeins aftur eftir þetta hrun sem var hér á byggingamarkaði að kröfurnar og þarfirnar á markaði eru kannski aðeins aðrar en þær sem til eru í skipulagi. Það er að segja að það er kannski þörf á minni íbúðum og það er mikil pressa á okkur sem stjórnvald að sjá líka til þess að það séu minni og ódýrar íbúðir til á markaðnum. Þannig að við í skipulagsnefnd höfum gert eða samþykkt breytingar sem að fela það í sér meðal annars að fjölga minni íbúðum og gerðum jafnframt breytingar á svokölluðu bílastæði á bókhaldi sem eru þess eðlis að íbúðir mega fara upp í 70 fermetrana án þess að það sé krafa að þá sé jafnframt bílastæði í kjallara. Það er til að koma til móts við þessa þörf á markaðnum. Það var spurt hvað íbúðum hefur fjölgað mikið í Helgafellshverfi. Það er breytingar sem hafa átt sér stað á skipulagi. Ég bað Finnum að taka það saman, þá eru það nákvæmlega 53 íbúðir sem fjölgað hefur og er þá bæði með talið fjölbýlishúsalóðirnar í svokallaða auganu og breytingar sem gerðar hafa verið í sérbýlishúsahlutanum. Það hafa meðal annars verið gerðar breytingar á ákveðna einbýlishúsalóðir voru lagðar undir raðhús og planhús, þannig að þegar þetta er allt talið saman þá eru þetta 53 íbúðir. Auk þess var lóð sem á samþykktu deiliskipulagi var tilgreind sem svona stofnanalóð og þar hafa verið samþykktar íbúðir en á sama tíma er kvöð það í rauninni að það sem hugsað var þar sem voru svona 50 íbúðir fyrir 55 plús að það færist þá inn í annan áfanga Helgafellshverfisins. Það var verið að velta fyrir sig hvað bílastæðum hefur fjölgað á yfirborðinu. Ég hef það reyndar ekki tekið saman en það er alveg rétt, það leiðir af sér það að ef við ætlum að opna á aðeins ódýrar íbúðir og ekki gera kröfu að allar íbúðir hafi bílastæði í kjallara, þá augljóslega þarf bílastæði að vera ofanjarðar. Þannig að það hefur átt sér stað einhver fjölgun hvað þetta varðar. Við höfum tekist á það í skipulagsnefnd og fólk hefur mismunandi sýn og skoðanir á því hvort að það sé í lagi eða ekki í lagi og hversu mikið þetta gengur inn á græn svæði og hvort að þetta sé skerðing eða aukin gæði fyrir íbúa.
Mín sýn allavega svo að þetta séu svona minniháttar breytingar sem að séu vel til þess fallnar að koma hverfinu á stað aftur, bjóða upp á fjölbreytni í íbúðakostum, bæði á verðlagningu og gæðum og þar af leiðandi þetta höfða vel til allra aldurshópa. Og það er í rauninni það sem lagt var upp með í skipulaginu upphafi. Ég held að það hefur spurt það. Upphaflega átti þetta að vera ákveðin skiptingar milli sérbýla og fjölbýla. Og sú skipting hefur algjörlega haldið sér. Það hefur ekki verið gerð breyting á því. Það er að segja að það hefur ekki verið tekin enn sem komið allavega svona sérbýlishús á lóð og breytt í fjölbýli. En frá talið held ég einhver 2 tilfelli þar sem átti að vera parhús og núna leyft fjölbýli. Þannig að það eru minni háttar breytingar. En ég vona ég hafi náð að fara yfir þetta. Það er auk þess sýn okkar í meirihlutanum að Helgafellshverfið sé glæsilegt byggingarland og þetta verður glæsilegt hverfi og við hefum mikið rætt þetta varðandi grænusvæðin og það er mikilvægt að muna það líka að Helgafellshverfið er auðvitað innrammað annars vegar af Helgafellinu og hins vegar á Varmóni og stóru grænusvæði kringum hana. Þannig að ég held að lengri tíma litið þá verður þetta glæsilegt hverfi og þó að það kunna vera að þarna hafi mögulega einhver græn svæði farið undir bílastæði þá sé það minniháttar breyting og enn sem komið séu gæði þessa hverfis algjörlega tryggð hvað varðar útivist og útiveru íbúar sem þarna njóta við í framtíðinni. Ég vona að þetta hafi svarað en sem þá hnykkir á því ef það vantar eitthvað svar. Sigurður svar. Já, ágæti forseti, ég skil það vel að það sé nauðsyn á því að bregðast við þeim breytingum sem urðu með hruninu 2008. Það sem ég hins vegar ekki skil og ég held líka að sé mjög hættulegt að það hafi ekki verið gerð heildarendurskoðun á skipulaginu og skipulaginu breytt til samræmis við nýjar aðstæður. Heldur verið að gera þetta núna, lóð fyrir lóð, án þess að hafa heildarsýn yfir þetta. Málið er það að það verið að gera hana breytingar sem að ganga gegn stefnu Mosfellsbæjar í skipulag. Og þessa stefnu mótaði náttúrulega meirihlutinn að mestum hluta sjálfur, náttúrulega á sínu tíma. Meirihlutinn sem sagt að fara gegn eigin stefnu í skipulagi og í stað þess að nýta sér sem sagt það tækifæri sem gafst til að gera heildarendurskoðun á skipulaginu Mosfellsbær nú orðinn fórnarlamb aðgerðaleysis pólitísks meirihluta sem telur sig ekki eiga annars útkosta en að dansa eftir vilja þeirra framkvæmdaaðila sem hér vilja byggja. Og þetta tel ég vera alvarlegt vandamál í skipulagsmálum. Meirihluti DV-listar því ekki einungis komið langleiðina með að rústa upptalegu skipulagi í Helgafellslandi, heldur hann búinn að gefa frá sér stjórnina í skipulagsmálum. Síðan það annað mál sem að mjög brýnt að fara yfir hérna og það það að DV-listi skuli í skjóli nætur hafa þvingað í gegn verulega breytingar á skipulagi í Helgafellslandi með því að boða til aukafundar í sumarfríi nefndarmanna í júlí síðastliðinn sem bara lýsandi fyrir þá niðurlagningu sem einkennt hefur þetta ferli. Sömu sögur að segja þá ófyrirleitnu aðferð að senda breytingar á skipulagi í auglýsingu hásumar. Slíkum vinnubrögðum hafnar íbúðarhreyfingin. Og ég ætla reyndar að bóka þetta og senda honum Sigurði, en það vita það allir að senda eitthvað í auglýsingu hásumar gerir það að verkum að færri íbúar taka eftir þeim breytingum sem verið að gera á skipulagi
að það þarf með verið að skerða þeirra rétt, í leiðinni að vera að skerða þeirra rétt til þess að taka þátt í mótun samfélagsins og hafa sem sagt skoðun á því skipulagi sem verið að kýla í gegn. Og þessi vinnubrögð eru bara ekki boðleg. Bæði þetta að það skuli vera boðað til fundar í sumarfríi nefndarmanna og svo það að vera að auglýsa þessar breytingar á skipulagi hásumar. Það óásættanlegt og ekki ástæða til annars en að bóka athugasemdir við það. Það er kannski rétt að halda því til haga að þó að bæjarstjórn fari í sumarfrí og gerir hlé á fundu sínum, að þá starfa bæjarráð og nefndum ber einnig að starfa. Þannig að þeim ber að starfa eftir því sem að þörf krefur og að það sé viðmiðun að reyna að halda fundum í lágmarki, en þá þjónusta við íbúana í algjörum forgangi á þessum tíma. En Bryndís, gjörðu svo vel. Forseti, ég óska eftir því að bregðast við þessari ræðu Sigrúnar, en það sem hún boðaði bókun og ég held að hluta því sem hún las upp sé jafnvel í bókun, þá ætla ég kannski óska eftir fundarhlé og fá að sjá bókunna áður en ég tek til máls. Það hefur komið fram óskum fundarhlé og við því orðið. Við gerum stutt hlé. Við hefjum þá fund að nýju. Bryndís, gjörðu svo vel. Forseti og kæru bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka til máls hér aftur í kjölfar bókun frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar og þeirra mála sem hún tók til máls undir sem að vörðuðu breytingar á skipulagi í Helgafellshverfi. Mér langar nú fyrst að segja að mér finnst þessi umræða hér ekkert sérstaklega vitræn. Við höfum margoft rætt hér skipulagsbreytingar í Helgafellshverfi og oft á sér gott samtal það. Ég veit að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar þekkir vel inntak þeirrar umræðu og ætti að þekkja þá vinnu sem átti sér stað hér á síðasta kjörtímabili og í rauninni allt frá hruni sem fól í sér að skipulagsnefnd og skipulagsfulltrúar sveitarfélagsins voru að skoða þetta hverfi og ég fari yfir það hér í ræðustól að við skoðum það mjög vel og ítarlega hvernig við gætum gert einhverja breytingar á hverfinu svo að vit væri á til að bregðast við þeim aðstæðum sem uppi voru. Okkur á öllum að vera kunnugt hér að Helgafellslandið og byggingaréttur á lóðum í Helgafellslandi var í mjög dreifðri eignaraðild og þar af leiðir mjög erfitt fyrir skipulagsyfirvaldi Mosfellsbæ að fara að gera breytingar óháð þeim óskum sem kann að vera uppi hjá þeim sem keyptu lóðirnar með ákveðið skipulag í huga. Það einmitt þannig að það alls ekki allir sem að byggja í Helgafellshverfi og ekki einu sinni alla fjölbýlishúsalóðirnar sem hafa óskað eftir breytingum. Þannig að ég get ekki séð að skipulagsnefnd eigi að fara að gera einhverja tillögur af breytingum án þess að hafa þá sýn hvaða vilji hjá þeim sem eiga byggingarrétt. Og það heldur alls ekki svo að við höfum brugðist við öllum óskum byggingarverktaka. Ég fæ nú einmitt að heyra á þeim endanum að við séum allt og hörð hér í Mosfellsbæ og viljum allt og lítið gefa eftir í ákveðnum hlutum. Þannig að í grunninn held ég að við höfum verið mjög íhaldssum hvað það varðar að gera þetta breytingar og þær breytingar sem að hafa hér farið í gegn séu eingöngu til þess fallnar að svona hvetja til uppbyggingar í hverfinu og séu allar af þeim toga að þær bæti hverfið. Mér þykir líka málflutningur að hér sé verið að gera eitthvað í skjóli nætur. Mér finnst það sorglegt. Auk þess sem að þessi ágæti fundur sem haldinn var í skipulagsnefnd í júlí, það var nú ekki verið að auglýsa þar einhverja verulega breytingar á skipulagi í Helgafellshverfi og gerir ráð fyrir ekki þau mál sem að hér ræðir, heldur minniháttar breytingar í hverfinu. En að þessu sögðu þá óska fulltrúar VAFL og D-lista eftir að bóka eftirfarandi. Margoft hefur við farið yfir það með hvað hætti brugðist hefur verið við óskum breytingar á skipulagi í Helgafellshverfi. Skipulagsnefnd hefur í öllum tilfellum farið faglega yfir þær óskir
og brugðist við þeim óskum sem eru þess eðlis að þær séu til bóta fyrir hverfið. Skipulagsnefnd og embættismenn sem með nefndinni vinna hafa góða yfirsýn yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á hverfinu og í þeim felist ekki breytingar á heildarmyndi af hugmyndafræði hverfisins. Þarna verið að koma til móts við óskir markaðarins minni og ódýrar íbúðir. Meirihluti VD-lista vísar alfarið á bug stóryrðum og gífuryrðum fulltrúa íbúahreyfingarinnar ófaglega vinnu. Dylgjur að verið sé að þvinga í gegn verulega breytingar á skipulagi hverfinu í skjóli nætur fásinna og ekki svaravert. Bjarki, varst þú? Annað mál. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessi mál. Sigrún Björnsson. Ég ætlaði ekki að taka til máls undir þessu máli, öðru máli. Ekki undir þessu máli, öðru máli. Þá það Bjarki Gjósver. Ég kem hérna upp undir máli 15 í þessari fundargerð skipulagsnefndar sem hefur yfirskriftina SEFUR, aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag. En svo kemur fram þá að þetta nú snýst þannig að það var lagt fram að minnisblað á þessum fundi frá verkfræðisum vatnaskilum endurskoðun yfirborðs vatnasviði Laxnesstíga vegna vatnsverndar. Eins og formaður skipulagsnefndar kom fram innan áðan þá nú verið að skoða þessi mál og viðurkenna í víðara samhengi og getur kallað á skipulagsbreytingar á vatnsbólum og hugsanlega, en það í endurskoðun við setja til aðlögunartíma. Ég vildi bara útskýra aftur og undir þessu máli, það nálægt sérholti hér ofan Mosasdals. Það hefur verið uppi hugmyndir að byggja svokaðað víkingaþorp. En þar hafa verið hefur stangast á við vatnsverndarsvæði, þannig að þetta hefur verið svona dálítið flókið mál að setja þetta og við viljum engan hátt hörfa með vatnsverndina og það þarf að hafa sem forgang. En það kom þarna blað sem bara verið að vinna ekkert í sambandi beint við víkingaþorpið. Þetta bara verið að vinna almennt að þessum málum frá vatnaskilum og það var ákveðið að það hæfi undir þennan lið. Hugsanlega hefur það einhverja breytingar í för með sér varðandi þetta víkingaþorp. Það hins vegar snert að segja það hvað út úr við kemur með þetta ágæta víkingabæi efst í Mosasdal. Takk fyrir. Sigrún Björnsson. Forseti, mig langar að koma hérna upp undir málum 10 og 11 í sömu fundargerð skipulagsnefndar og mig langar fyrst að segja að við vorum að tala um það hérna á meðan þið voru frammi að það vantar svona afstöðumyndir með þessum breytingum sem verið er að gera og það bara kemur oft fyrir að vanta svona afstöðumynd þannig að maður átti sig á hvar nákvæmlega svæðið er. Maður sér bara reitinn sem að ræðir án þess að hann sé í samhengi við annað landslag í kring, svo sem sjóinn og ýmislegt sem á við í þessu. Þannig að það væri gott að huga betur að því að hafa fylgigögnin skýr, þannig að maður svona átti sig betur á málið. En þarna á að íbúahreyfingin hefur áhyggjur að þarna á að fara að byggja 140 bílastæði og það er einn íbúi þarna á svæðinu sem gerði athugasemd við skipulagi sem einmitt var auglýst núna í sumar væntanlega og íbúahreyfingin hefur áhyggjur af þessum íbúum sem búa næst bílastæðinu vegna þess að þau breyta miklu fyrir íbúa þessi bílastæði því þarna verður mest umferð á kvöldin og helgar á sumrin þegar fólk vil vera út í garði.
Nú stendur enda til að færa bygginguna, en gögnin eru eins og ég sagði áðan, frekar óljós og erfitt að átta sig á hvaða breytingar á að gera þarna. Og það væri mjög gott að úr því yrði bætt. Og það, eins og ég sagði líka áðan, þá líka verið að kynna hérna deiliskipulagsbreytingu á sumartíma. Og það vita bara allir, eins og ég sagði áðan, sem einhverja þekkingu hafa á kynningarmálum, að það besta leiðin til að koma í veg fyrir íbúa að taka eftir auglýsingunni að birta hana á sumri. Og það finnst mér bara ekki góð vinnubrögð. Það mikið glæsihýsi sem á að fara að reisa þarna. Það gert ráð fyrir 1600 fermetra byggingu á 2 hæðum og svona vel í lagt og samkvæmt fjárhagsáætlun 2015-18 ætlaði Mosfellsbær að styrkja golfið 5 milljónir á ári næstu árin. Og ég fletti í gegnum fjárhagsáætlanir og aftur í tímann og sá það að 2013-16 var ætlunin að Mosfellsbær styrkti golfið 13 milljónir á ári á tímabilinu. Í fjárhagsáætlun síðan 14-17 var golfið ekki tilgreint sérstaklega í fjárhagsáætluninni. Heldur var það liður í framkvæmdum vegna íþrótta og tómstundamannvirkja sem var upp á 130 milljónir. Það var ekkert skilgreint í hvað peningur nátti sérstaklega að fara. Það var því ekki hægt að átta sig á því hvort framlagið hafi hækkað á tímabilinu eða ekki. Golfið kemur svo aftur inn. Jú, Mosfellsbær að styrkja þessa framkvæmd og þess vegna skiptir þetta máli. Golfið kemur svo aftur upp sem sjálfstæð eining í fjárhagsáætlun 2015-18. En nú bregður svo við að upphæðin þá komin upp í 25 milljónir á ári og hafði hækkað 12 milljónir á ári frá því 2013. Þetta aðeins langt tengt, ef ég má aðeins, við erum að ræða hér fulltekjur skipulagsnefndar og að ræða fjárhagsáætlun og stuðning við einstök íþróttafélög heyrir ekki alveg beint með því umræðu skipulagsnefnd. Já, málið náttúrulega að við erum að sjá þetta glæsihýsi í fyrsta sinn sem á að fara að byggja þarna og það á að fara að færa húsið og það verið Mosfellsbær að fara út í að reisa þarna bílastæði. 140 bílastæði fyrir golfvöllinn. Þannig að sko fjármögnunin, maður veltir fyrir sér fjármögnuninni á þessu ævintýri, það hlýtur að vera svigrúm til þess að ræða það. Annars get ég reyndar bara tekið þetta upp í sambandi við fjárhagsáætlun að við förum þá yfir hvernig á því stendur að þessi fjárhæð hækkar allt í einu upp í 25 milljónir. Ég kannast ekki við að þessi hækkun hafi verið kynnt fyrir okkur þegar við vorum að ræða fjárhagsáætlun núna síðast. Varðandi umræðu það að það sé verið að auglýsa hér á sumartíma skipulag, þá kannski rétt að halda því til haga að þessi fundur þar sem þetta var samþykkt haldinn 18. ágúst og þannig að það sé svona rétt að það komi fram hér í upptöku og þar með að það auglýsing birtist aldrei fyrr en síðari hluta ágústmánaðar og þannig að það sé rétt að því sé til haga haldið. Þannig að á hvaða tíma verið að tala um að þetta að birtast. En Sigrún gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég minntist á áðan að það hafði íbúi gert athugasemd við skipulagið. Hún sendir inn þá athugasemd 20. júlí. Þannig að
hvað var að gerast. Bryndís Gjörsvöld. Forseti og kæru bæjarfulltrúar, ég ætla að bregðast við því sem kom fram í máli bæjarfulltrúar Sigrúnar Pálsdóttur varðandi lið 10 og 11. Þó eingöngu þá hliðið sem lúta að skipulagslega hlutanum. Því að við vorum þetta hér í þessa fundargerð ekki að ræða um styrki sveitarfélagsins til uppbyggingar á þessum íþróttamannvirkjum. En það kann að vera sumum þykir þetta frekar flókið og við ræddum það svo sem á þessu fundi að þarna eru 2 mál sem snerta beint og óbeint íþróttamiðstöðina Hlíðarvelli. Það er annars vegar mál nr. 10 sem ber heiti Grunnskóli við Æðarhöfða og bílastæði Golfvallar og deiliskipulag. Og undir þeim lið barst athugasemd frá íbúa og það var þá athugasemd við svokallaða lýsingu á verkefninu. Í samræmi við skipulagslög þá ber fyrst þegar verið að setja nýtt deiliskipulag á laggirnar að gera fyrst lýsingar á verkefninu og þær eru kynntar á vefsíðu bæjarfélagsins. Og það barst athugasemd við þessa lýsingu og bara mjög eðlileg ábending hvað varðar þessi bílastæði og nálega þeirra við lóðamörk viðkomandi aðila. Við fólum embættismönnum að vinna áfram með þetta deiliskipulag í samvinnu við skipulagshöfunda, þannig að skipulagið sem slíkt er ekki búið að auglýsa. Það var velt upp á fundinum meðal annars hvort væri hægt að færa bílastæðin yfir fjær íbúabyggðinni. Í það minnsta var áhersla á að leggja niður nokkur bílastæði sem að koma þarna næst lóðamörkunum, setja inn einhver kvaðir gróðurbelti og annað þess háttar til að minnka sem mest áhrif bílastæðinsins á návið sem er þarna íbúabyggð. En í lið nr. 11 var ósk klúbbsins að færa byggingareign golfskálans. Og það er þá deiliskipulag sem er í gildi og ég stendur nú eflaust þarna síðan hvenær það er, en hefur verið í gildi í alllangan tíma. Þannig að það má öllum vera ljóst sem að hafa verið að byggja eða keypt sér lóðir í Þrastarhöfða að það hafi staðið til að byggja þarna íþróttamannvirki, golfskála og eðli málsins samkvæmt fylgir því bílastæði. Og það er skipulag sem hefur verið til í dákvæðan tíma og núna er þetta ágæta íþróttafélag að aðlaga þessa byggingu að breyttum tímum og í þeirri vinnu allir hafa þeir óska eftir því að færa golfskálan þarna niður fyrir einhverja klöpp því það er hagkvæmara að byggja þannig og þannig kemur þessi ósk inn. Og það er aftur á móti tillaga sem við samþykktum í auglýsingu í samræmi við smá breytingar sem ræddar voru fundinum en það var meira tæknilegs eðlis sem laut að því að gera göngustígum, gera vel grein fyrir þeim á skipulagstillögunni. En það er kannski ágætt að upplýsa það líka, það hefur töluvert rætt í nefndinni að þetta er náttúrulega stórt og mikið útivistarsvæði, Blikastaðanesið okkar. Þarna er glæsilegur golfvöllur og þarna eru glæsileg göngu- og hjólreiðastígar og mikið af fólki sem nýtir sér þetta svæði. Þannig að það er náttúrulega ákveðin óskir samlegðaráhrif þarna og við höfum verið að ræða það svolítið í tengslum við bílastæðin og alla aðkomu af svæðinu. Og ég vona að þetta svari þessum spurningum en aftur ég ætla líka að fá aðeins að koma inn á það sem forseti kom inn á varðandi sumartíma. Við erum hérna til að þjónusta íbúa í Mosfellsbæ og ég held að við verðum bara að gera það algjörlega óháð því hvort að fólk kunna við sumarfrí eða ekki. Sumarfríið á Íslandi getur líka verið býsna langt eða að taka til að 3 mánaða, þá er nú ekki nema 9 eftir í árinu. Þannig að ég held að við verðum að áskilja okkur rétt til þess að auglýsa tillögur, jafnvel þó að það sé yfir þessa sumarmánuði hér á Íslandi til að einfaldlega geta fungerað. Og það er nú líka oft svoleiðis að bæði á vorin og yfir sumar er tölverð ásókn í breytingar því að þetta er nú oft framkvæmda tíminn og fólk er að hafa það. Þannig að það er mjög gjarnan sem að þessar óskir rata inn allavega á vormánuði. En ég vona þetta svari þessu og þannig að það er allavega ljóst að önnur tillagan fer núna í auglýsingu og við þá koma aftur inn til okkar þegar þú er að auglýsa og það er færslan á byggingareitnum en eigum við eftir að samþykkja deiliskipulagstillögu sem lýtur að fyrirkomulagi bílastæðina og aðkomuvegarins þarna niður. Fleiri sem óska eftir að verða hans Haraldur Björnsson.
reyndar viðurkenna forseti, ég áttaði mig ekki á því okkur var heimiluð hér eða umræðum eitthvað allsendis óskilt mál styrki eða fjárframlög til íþróttafélaga í bænum. Mér finnst einhvern veginn að við þurfum að halda okkur við það að ræða þau mál sem eru hjá dagskránni. Það sé mjög auðvelt að þessi fundur fara til víða völd sem gera reyndar stundum því miður. Fyrst að sú orðræða var framsett hér og heimiluð, þá sýnist mér nú að það sé líka nauðsynlegt að svara henni. Það skil ég ekki eftir það sem bæjarfulltrúinn hélt fram, að hér hefði verið sett fram einhverja fjárveitingar eða eitthvað slíkt sem ekki væri í tengslum við samninga í fjárhagsáætlun. Og það er náttúrulega ekki þannig, vegna þess að í þessum tilfelli er það eitthvað svo að bæjarstjórn hefur samþykkt samning við sameinaðan golfklúbb Mosfellsbæjar sem var til úr tveimur golfklubbum, golfklubbum Kýlir og golfklubbum Bakkafoss, styrki til framkvæmda á næstu 6 árum til annars vegar vallarsvæða á Hlíðarvelli og svo vallarsvæða í Bakkafoss. Þannig eru þessar 25 milljónir í fjárhagsáætlun eitthvað orðnar til. Það hafa verið gerðir aðrir samningar við golf íþróttafélög. Það var gerður samningur við golfklúbbinn Tjörn, sennilega tímar í kringum árið 2004, þar sem að bærinn lagði fram framlög í stækkun þess vallar úr 9 holum í 18. Þau framlög voru að greiðast allt fram til sennilega til ársins 2013. Það var líka gerður samningur árið 2008 við það ágæta íþróttafélag, golfklubbinn Tjörn, byggingu á golfskála eins og það hét þá. Sá samningur verið til framkvæmdur, þær framkvæmdur sem þann samning fjölluðu voru ekki framkvæmdar, þannig að golfskálinn eða íþróttamiðstöðin ekki byggð. Það var eins og að gerður þessi samningur sem ég nefndi hér áðan og ég frábið mér það og það sé verið haldið því fram enn og aftur, ítreka ekki bara þetta mál eða einhver önnur, að fjárhagsáætlun eða peningar sem þar eru eða greiðslumarkir útsögu í heimildarleysi. Bæjarfulltrúinn á að vita betur og hefur alla burði og allar upplýsingar til að kynna sér slík mál án sem að halda því fram hér í ræðustól á svona fræðum. Sigurður Björnsson. Þetta mál ekki á dagskrá, þetta er athygli því. Ágæti forseti, ég bara tel mig knúna til að svara Haraldi. Ég held að umræða fjármál, ég held að við verðum að láta fjármál umræða, það verði þá að fara bara sem sjálfstætt erindi inn í bæjarráð og koma þá inn hér. Við erum að ræða fundingar skipulagsnefndar. Og það er samt ekki að það vera með endurtekin viðbrögð vegna þeirra umræðu sem að þú settir í ganga á hann. Ég er að svara honum, ég er ekki að tala málefnið heldur það sem hann sagði og vil gjarnan fá að leiðrétta misskilning. Ég sagði ekki að þetta hefði verið í heimildarleysi. Ég sagði hins vegar að það hefði ekki verið gerð grein fyrir þessari hækkun sem verður á framlögum til golfsins þegar þessi fjárhagsáætlun var til umræðu. Og ástæðan fyrir því að ég tek þetta mál upp er það að mér finnst þetta að vera skólabókardæmi ógegnsæi, skort á gegnsæi í stjórnsýslu. Og ég held að það væri bara mjög skynsamlegt að laga það. Látið þessari fjármálaumræðu lokið og höldum okkur í skipulagsnefndina, Pétur Björnsson. Áður en ég, forseti, áður en ég kannski ættu öll að gera þetta, hvort ég megi ekki fjalla eitt einstakt erindi en kannski uppsafnaði það mér aðeins ergelsi sem kannski var markmið íbúahreyfingarinnar og
fjallar bókunina kannski, ég skal hætta að leiða þið út fyrir efni, þetta er leið. Af því við erum við oft komið undir svipuðu efni og ég þykir leitt að sérstaklega fyrir þá sem að hlusta á þetta á netinu eða horfa á mig hérna í sjónvarpinu, gera það endilega í hvert skipti. Ég held að bæta ekkert samskiptin hvorki hér í innan bæjarins hvernig við ávörpum erindi. Það er að segja að til dæmis skipulagsmálin í Helgafelli að segja að við séum að gera þetta og hitt og enn erum við að breyta skipulagi, við erum að ganga erinda þeirra sem lýsa sér eitthvað framkvæmdar sem lýsa sér reyðartum fyrir að byggja og það ódýrt. Ég hugsa að sé fyrir byggingaraðilar sem gætu mögulega að tekið þetta til sín. Ég held að sé ekki endilega vont þó að mann byggja ódýrt. Ódýrt getur verið sem með hagkvæmt. Þannig að ég bara orða nokkuð og það er upp til þess að vita meiri hluti. Skjóli nætur, sumarfrí nefndamanna og með fulli virðingu fyrir okkur þá erum við ekki með starfsæningu eða rétt á sumarleyfi. Ég borgum, við verðum að sinna íbúðunum hvenær sem það kemur upp. Það skiptir engu máli hvenær óskin er. Og ef við þurfum að koma saman í skjóli nætur eins og íbúðunum okkar gera ósku og krefjast þess eða starfsemi okkar, þá gerum við það. En hérna í skjólinu er þetta notað eitthvað líklega sem er eitthvað vont eða verið að fela, það draga eitthvað dul yfir. Það er ekki þannig. Gögnin liggja öll fyrir og íbúðum sjáanleg, okkur sjáanleg og ég bara held að ég held að sé ekkert að því að við notum öll á við líka, við notum annað orðalag til að koma skilaboðum framfæri, orðalag sem kannski, ég veit ekki hvort það er tilbúið að særa eða ýta undir eitthvað viðbrögð, það, þú veist, náður mér, ef það var málið, gott mín, ensku fyrir ekki leið. Og ég held að sé ekki gagna þessu og ef eins og kemur fram að búa til aukafundur í sumarfrí nefndamann, það var bara einn af okkur sem óskaði þetta upplýsing hvernig við erum í sumarfrí. Ég tel mig ekki geta svara hvernig ég er ekki í sumarfrí þegar kemur að þjónustu íbúan. Það bara mætir ykkur fyrir mig. En einn okkar hérna í fulltrú óskaði eftir upplýsingum það. Ég veit ekki til hvers, ekki gerði ég það til að skipuleggja fundi gegn ykkur. Þetta er ekki hægt, við erum að vinna hérna fyrir tæplega 10.000 manns. Við eigum að vera hærri en þetta allavega í samskiptum fyrir kefið. Og talandi líka að fara út úr efnið, og ég er kannski komin á kantinn fyrir ekki forseti. En eins og til gerði sér rétt á að fara að ræða hérna íþróttafélaginu eða styrki við munum það og þá kemur að minni bæjarfulltrúa á Sigrúnu og það er að segja við erum búin að ræða áður af hverju fórum ekki heildarendurskipulag á Helgafelli. Ég nenni ekki að ræða aftur. Það var vegna þess að þetta var í höndum fjölmargra og við viljum ekki að baka okkur skaðabótir hér. Það var bara að ræða þetta margsinnis, það þarf ekki eftir. Við líka fjölluðum sameiningu golfklúbbanna á styrkinn til það. Við þurfum ekki heldur að fjalla það. En allavega finnum það tíma og stað og stund til þess. Það er engin feiminn að ræða það. Og líka langar mig að segja, nú er ég komin langt út í íþróttafélögin okkar, þau eru mismunandi gerð. Tökum okkar stærsta félag sem ekki fær byggingarstyrki eða fjármagn því það notar íþróttamannvirki sem við byggjum og rekum. Það er miklu fjármunni þar. Síðan erum við með hestamannafélag og önnur félag sem það annars konar starfsemi. Þannig að ræðum fyrir ég sé að koma langt út í efnið en má ég byrja bara annað orðalag, ekki nema þessi gagger til þess að pirra mann. Þá má ég koma upp og pirrast. Ég byrst afsökunar á því. Takk fyrir. Fleiri sem óskar til að tjá sig skipulagsnefnda fundargerðina. Ef ekki, þá er umræðan lokið hana, þeir sem að staðfesta hana og gefa merki. Takk fyrir, á móti. Sko, það er ákveðin mál sem að ég vil ekki samþykkja. Óskar eftir að það veri gerð greið atkvæði einhver sérstökum mál? Já. Sérstaklega? Já. Hvaða mál óskar eftir að veri borin sérstaklega? Ég óska eftir því að, hvernig var þetta nú? Það er mál 2.5 í skipulags hérna, mál 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.10, 2.11, já, það sé ekki bara það.
Já. Við endurtökum atkvæðagreiðsluna þar sem hefur komið óskum að mál 5, 6, 7, 10 og 11 í fundargerð skipulagsnefndar verði borin sérstaklega. Þannig að ég ber upp 5. mál þeir sem að samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar í 5. máli kjósvakjamerki. Takk fyrir og á móti. Það er samþykkt með 8 atkvæðar gegn 1. Ég ber upp afgreiðslu skipulagsnefndar í 7. máli þeir sem að samþykkja þá afgreiðslu kjósvakjamerki. Takk fyrir og á móti. Samþykkt með 8 atkvæðar gegn 1. Ég ber upp afgreiðslu skipulagsnefndar í 7. máli þeir sem að samþykkja hana kjósvakjamerki. Takk fyrir og á móti. Hún er samþykkt með 8 atkvæðar gegn 1. Þá ber ég upp afgreiðslu skipulagsnefndar í 10. máli þeir sem að samþykkja hana kjósvakjamerki. Takk fyrir og á móti. Hún er samþykkt með 8 atkvæðar gegn 1. Og að síðustu áður en við berum fundargerðina í heildsinni fyrir eða aðra dagskrárliði fundargerðarinnar afgreiðslu skipulagsnefndar í 11. máli þeir sem samþykkja hana kjósvakjamerki. Takk fyrir og á móti. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá ber ég upp aðra dagskrárliði eða afgreiðslu skipulagsnefndar á öðrum dagskrárliðum í heildsinni þeir sem að samþykkja kjósvakjamerki. Takk fyrir. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 162. fundar umhverfisnefndar sem haldinn var 13. ágúst. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljós, þá er umræðan lokið. Þeir sem að samþykkja fundargerðina kjósvakjamerki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð til kynningar og þá er það fundargerð 223. fundar Strætó BS sem haldinn var 14. ágúst. Bryndís beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og kæru bæjarfulltrúar, ég ætla að halda þeirri hefð minni að koma hér upp undir fundargerð Strætó og svona renna aðeins yfir þau mál sem að það er á dagskrá og æski þess og bara þeir spyrji mig ef að ykkur finnst eitthvað óskýrt. En þessi fundur var haldinn 14. ágúst og þar var lagt fram árshlutauppgjör Strætó. Það var staðfest af stjórn og þið sjáu þarna bæði árshlutauppgjörið sjálft og glærukynningu með því. Það eru ákveðin frávik frá samþykktri áætlun, bæði á kostnaðarhliðinni og á tekjuhliðinni. Kostnaður hefur einhverju leyti aukist sem meðal annars má rekja til þess að það hefur nauðsynlegt að bregðast við í málaflokknum ferðaþjónustu fatlaðra og fjölga starfsmönnum í þjónustuveri. Það er líka starfsmatið svokallaða sem veldur auknum launakostnaði umfram það sem áætlað var. En góðu fréttirnar eru þó þær að tekjur hafa líka aukist til að vega upp á móti þessu. Og þar getum við ekki greint annað en að það sé fyrst og fremst appið sem er að ná miklum vinsældum og langt fram yfir okkar væntingar í sölu þar og greinilegt að við íbúar hér á höfuðborgarsvæðinu kunnum að meta þennan svona þægindar faktor, ef ég má sletta, sem að felst í því að geta keypt sér fargjöld í Strætó með símanum. Það var líka lagt fram í annað skiptið mælaborðið og það er svona ágætis mæleining þar sem þið sjáið viðmiðin frá áætlunum og hvernig raunstaðan er varðandi svona helstu lykiltölur í rekstrinum. Þetta er eins og ég hef sagt hérna frá svona verkefni sem við erum að prófa áfram og við væntum að sé svona til þess að auka og bæta upplýsingagjöfina til eigenda og það er að segja sveitarstjórnanna og almennings reksturinn. Í lið númer 3 voru ræddar forsendur fjárhagsáætlunar og það er umræða sem hefur átt sér stað í smá tíma og mun væntanlega fara að klárast núna á næstu vikum.
en það boðað til eigendafundar hjá Strætó næsta mánudag þar sem ræddar verða þessar forsendur og þá fer vonandi að hylla undir það að við getum fara að fara á fullt í vinnuna við fjárhagsáætlunina sjálfa. Nú, viðbragðsáætlanir voru þarna til umræðu undir 4. lið. Það hefur borið á því í sumar og vor bæði að það hafa verið árásir á vagnstjóra og svo var líka hér í fjölmiðlum mál varðaði ásakanir kynferðislegt ofbeldi af hálfu bílstjóra og stjórnin vildi bara fá upplýsingar það með hvað hætti svona mál væru meðhöndluð. Það sést kynning á því hvernig þetta í okkar stjórnkerfi hjá Strætó, hvaða verklagsreglur gilda og hvernig farið yfir þær reglulega. Og stjórn fullvissaði sig að bæði í þessum málum að verklagsreglunum var fylgt og verklagsreglurnar virðast ganga vel en þær eru alltaf endurskoðaðar á hverju ári og ef þess mun vera brugðist eitthvað við og mögulega gerðar einhverjar breytingar á þeim. Í lið nr. 5 var fjallað mannauðsmál og þarna liggur fyrir minnisblað sem ég held að sé mjög fróðlegt fyrir okkur að lesa en þar tekið fram hversu gríðarlega erfitt hefur verið að manna stöður bílstjóra og við höfum verið að keyra óbóðslega mikið á yfirvinnu sem auðvitað kemur svo líka fram í auknum kostnaði hjá okkur. En staðan einfaldlega sú að það bara mjög erfitt að manna þessu stöður. Það hefur verið gripið til ýmissa ráða og mannauðsstjórinn okkar leitað til meðal annars virk og við höfum verið að greiða fyrir meira prófið ef fólk gerir svona ákveðin samkomulag við Strætó að vinna í ákveðin tíma. Þannig ég held að sé óhætt að segja að það hafi flest verið veikt í þessum efnum og þá var það á góma og við höfum rætt aðeins í stjórninni hvort að þessi bara hreinlega þörf á að leita til starfsmannaleiga. Hingað til hefur það verið meginregla hjá okkur að bílstjórar séu íslensku mælandi en því miður þá ástandið núna þannig að við verðum kannski að hverfa frá þeirri kröfu okkar og horfa mögulega til þess að ráða inn til okkar fólk sem ekki íslensku mælandi. Það hefur svona kosti og galla í för með sér en það allavega ekki hægt að búa við það að við getum ekki mannað bílana okkar. Og þetta á bæði við í rekstri gulu vagnan okkar og þetta á líka við í rekstrinum hjá ferðarþjónustu fatlaðra. Við heyrum það sama frá verktökunum okkar sem annars þann akstur það sé erfitt að manna þessar stöður. Og þá sérstaklega bent á það bara að bílstjórar eru mjög eftirsóknarverðir, sérstaklega við sumartíman að ferðarþjónustu. Sagt sem að ferðarþjónustan þurrki upp þessa stett á sumri. Og við höfum verið að fara yfir launamálin og mér skilst að í launalínu þá setja nú ekki þannig að þau störf séu til að betur borgu og það ýmis réttindi sem felast í því að vinna til að mynda hjá Strætó og framkvæmdastjórinn segir mér alltaf að það séu ágætis laun svona samanborið við þessi störf annar staðar en það kannski ákveðin fríðindi og svona ferðalög og annað sem fylgir því að vinna hjá ferðarþjónustu. Þannig að þetta allavega stórt mál hjá okkur því að það er mikilvægt að þessar stöður séu vel mannaðar. Já, og svo annað sem erindi frá réttargæslumanna fatlaðs fólks og það að sjálfsögðu þess eðlis að það fylgir ekki hér með undir fylgiskjölunum því það trúnaðarmál. Þá ekki fleiri þessar fundargerð en ég segi þetta bara enn og aftur ef það einhverjar spurningar þá endilega beina þeim til mín annað núna eða í gegnum tölvupóst. Fleiri sem óska eftir að tjá sig fundargerð Strætó. Ef ekki þá snúum okkur að fundargerð 352. fundar Sorpu og ég ætla að gefa sjálfur mér orðið. Ég ætla nú kannski ekki að fara ítarlega í gegnum fundargerðinni í heild sinni, heldur taka eitt mál fyrir sem 4. mál fundargerðarinnar, lyktamál í Álfsnesi. Þar var á fundinum lagt fram og kynnt minnisblað yfirverkefnis lyktakvartanir og lyktarvarnir í Álfsnesi í sumar. Eins og einhverju kunnugt þá hefur verið þó nokkuð kvartanir og á þessu fundi var samþykkt að boða til fundar með forsvarsmönnum íbúasamtakana og starfsmönnum umhverfissviðs Mosfellsbæjar þar sem farið verði yfir aðgerðir í sumar og fyrirhugaða byggingu gas- og jarðgerðarstöðva. Að taka upp samtalið og gera grein fyrir þeim vandamálum sem þarna við að etja.
Það minn skilningur að vandamálið í sumar snúi mikið af því að það var þurrt. Yfirborð á haugunum sprakk og þrátt fyrir að það væri ítrekkað verið að vökva, þá náðist ekki að vökva til þess að nægjanlega til þess að það springi ekki vegna þurrka. Og við það fer gasið upp úr haugunum. En þessu vildi ég koma á framfæri að það samt fyrirhugaður fundur til þess að fara yfir þessi mál og þegar að urðun verður að mestu hætt og farið yfir í notkun gas- og jarðgerðarstöðvarinnar, þá á þetta breytast til batnað, en haugarnir eru þarna komnir til að vera í einhver tíma og halda áfram að framleiða sitt gas, við búum við það. En þá þarf að reyna að auka þessa vökun og gera ráðstafanir þar sem að yfirborðið ekki nógu þykkt að bæta á það. Það það sem viðfangsefnið, hlýtur að vera framundan, þannig að það þoli þurrkasumur sem þessi. Bryndís, gjör svo vel. Reynda að senda póst á fundaritara því að það vantar þarna fylgigögn með fundagerðinni, þannig að það ekki auðvelt fyrir okkur hér að setja okkur almennilega inn í þessi mál, en það var nú kannski sérstaklega þetta minnisblað og ég þakka okkar fulltrúi stjórn Sorpu fyrir að fara yfir það sem að maður svona hefði gjarnan vilja lesa yfir og sjá. Sjálf fann ég nú lykt frá urðunarstöðinni bara hérna í síðustu viku. Og það auðvitað miður þegar svo og maður verður miklar væntingar til gas- og jarðgerðarstöðinu og vonandi að það mál fari nú að klárast þrátt fyrir svona ákveðin vandamál sem hafa komið upp á þeirri leið. En ég ætla líka að vona að Sorpumenn vandi sig nú kannski sérstaklega í þessari viku og því að ég vænti þess að íbúar verði mikið úti við núna á föstudag og fram yfir helgi, þannig að við skulum vona að gangi allt mjög vel í Álfsnesi núna þessa dagana þegar við erum að halda upp á bæjarhátíðum okkar. Fleiri sem óska eftir að tala fundagerð Sorpu? Ef ekki, þá snúum okkur að fundagerð 417. funda Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Orðið laust þá fundagerð. Ef ekki hversu ljóðs, þá þeim umræðan lokið og fundagerðin lögð fram og ég hefði betur tekið það fram undir fundagerð Strætó og Sorpu að þær fundagerðin væru lagðar fram og þá snúum við okkur næst að fundagerð 829. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldin var 3. júlí. Orðið laust þá fundagerð. Ef ekki kveður sér hljós, þá umræðan lokið og fundagerðin lögð fram. Þá förum við að snúa okkur að þeim fundagerðum bæjarráðs sem vegna funda sem haldin voru í bæjarráði í sumarleyfi bæjarstjórnar og tökum næst fyrir fundagerð 1200. og 18. fundar bæjarráðs sem haldin var 2. júlí. Orðið laust fundagerð Sigurður. Svona utan dagskráar langar mig að spyrja, sko ég botna ekki í þessum merkingum á þessum málum. Nú þetta sem sagt dagskráliður númer 8 en svo kemur 5.1 í málsnúmeri. Og skrítið eitthvað. Minn skilningur á því að þarna hafi bara orðið mistök í númeringu sem verður ekki með þessum hætti í fundagerð. Já, ok. Hæ. En
Þannig að það er ekki flóknara en það. Þannig að þú ert að taka 8. lið fyrir núna og svo kemur 9. og Já, svo og 10. kollakolli. Kollakolli. Ok, gett. Við fylgjum númeraröðinni. Yes. Ef enginn æskir að taka til máls fundargerð bæjarráðs frá 2. júlí, þá umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst tökum við fyrir fundargerð 1219. fundar sem haldið var 9. júlí. Orðið laust hana, Bjarki Gjörsvör. Ég einhvern veginn máli 5 á þessum fundi sem snýst erindi fulltrúa íbúahreyfingarinnar lögmanni Mosfellsbæjar falið að vinna minnisblaði réttindi og skyldu kjörinna fulltrúa. Þannig var minnisblaðið lagt fram og síðan þau þannig inn í einstakar nefndir. Þau hafa búið að kynna þau í skipulagsnefnd og það er hægt að fá nánar útskýringar hjá lögmanni bæjarins á því plaggi öllu. En ég kem nú eiginlega aðal upp undir því að mér finnst að vera mjög, sérkennilegt á sama tíma að fulltrúi íbúahreyfingarinnar að fara fram á þetta minnisblað sem ég sá sér ekkert við athuga. Þá gengur hann fyrir skjöldu við að brjóta á rétti varabæjarfulltrúarsins og gera það að verkum að hann getur ekki sinnt skyldum sínum. Nú er ég að vísa til þess að í samþykkt bæjarins er það alveg skýrt kveðið á það að fulltrúum beri að sinna skyldum sínum réttkjörnum fulltrúum, hvort sem það séu aðal bæjarfulltrúar eða vara. Þetta er nú í þessu plaggi sem að sennilega flestir bæjarfulltrúar lesa fyrst þegar þeir eru kjörnir. En það er bara þannig að hann, já má segja að vera settur út af sakramentinu og var ekki boðaður þegar hann átti að vera boðaður, alveg skýrt. Og bara skautaði yfir hann. Ágæti forseti, er þetta dagskrá fundarins? Já. Það er sem sagt þannig að mér finnst þetta skjóta svolítið skökku við. Það er alveg sama hvað viðkomandi aðili hafi sagt í tölvupóstum eða blaðaviðtölum fyrir þessi kosningar. Þetta var nú dálítið umræðum kring kosningarnar. Það er alveg ljóst að hann náttúrulega á að sinna skyldu sínum og hann ber hann náttúrulega að boða á fundi ef að þess gerist þó að kalla inn varamann. Þetta vildi ég nú hérna. Svona getur hið pólitíska líf og örlög verið kaldhæmislega. Halda okkur við þetta minnisblað í þessa umræðu, Sigurður Gjörsvör. Ágæti forseti, ég hafna því alfarið að ég sé, eða íbúahreyfingin sé að brjóta rétti fólks eins og ég hef útskýrt hérna áður í ræðustól. Þá sagði umræddur bæjarfulltrúi sig frá íbúahreyfingunni í útvarpinu stuttu fyrir kosningar. Og það er nú ástæðan fyrir því að við í íbúahreyfingunni töldum að hann væri hættur störfum fyrir okkur. Og meira hef ég svo sem ekki það að segja. En mér langar að snúa mér að blaðinu. Þetta er nú við.
Nei, mér langar eiginlega að taka, erum við í 5. lið eða 7. lið? Við vorum hér í 5. málið. Við erum í 5. Já. Ég ætla ekki að taka til máls. En ég held að umræði sé bara lokið það, en ef þú vilt ræða eitthvað annað mál, þá gjör svo vel. Já. Ég verði eiginlega bara að fá að koma upp síðar. Eru fleiri sem að æskja að taka til máls Má ég biðja það aðeins að bíða? og óska eftir óskum fundarhlé? Smá fundarhlé. Það komum fram óskum fundarhlé og það mitt. Það sem sagt, já, það var það. Já, það ennþá upptekna. Það svo mikið að pappirum að ég Við hefjum þá funda 9 og Sigrún hefur beðið orðið, gjör svo vel. Já, undir hvaða lið ertu að tala? Það verið að tala fundagerð 1219 fundar bæjarráðs haldið 9. júlí. Og ef það eitthvað sem vilt tjáðu í þeirri fundagerð, annað en 15 mál sem þú búin að tjáðu þá orðið laust. En já. Svo. Já, ákveðið fórstu. Ég kem upp undir lið númer 5 í þessari fundagerð og það sem sagt erindi Sigrúnar H. Pálsdóttir að lögmanni Mosfellsbæjar verði talið að vinna minnisblað réttindi og skyldur kjörinna fulltrúa. Og mér langaði bara að ítreka það sem ég hafði áður stungið upp á og óska eftir að setja fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúi íbúðahreyfingarinnar vill ítreka þá ósk að minnisblað lögmanns bæjarins réttindi og skyldur kjörinna fulltrúa verði endurskoðað. Ástæðan meðal annars sú að einsetningin óræð og gæti falið í sér takmörkun á lýðræðislegum réttindum sveitarstjórnarmanna í Mosfellsbæ, auk þess sem hún á sér hvorki stoð í sveitarstjórnarlögum né í samþykktum stjórn Mosfellsbæjar. Setningin sem ræður hljómar svo: og þá hefur verið talið að bæjarstjórnarmenn eigi einungis rétt á að fá upplýsingar sem eru til staðar en ekki að upplýsingar séu sérstaklega unnar. Nú það svo að sveitarstjórnarmenn eru mjög háðir því að geta leita eftir margvíslegri aðstoð stjórnsýslunnar og fyrir kemur að þeir þurfi að óska eftir því að hún vinni fyrir þá verkefni sem þarfnast til dæmis heimildavinnu. Þessi setning hún útilokar það að sveitarstjórnarmenn geti borið upp slíka beiðni. Auðvitað þarf alltaf að hafa sín takmörk og fólk verður náttúrulega gæta hófs í óskun sínu, en við þurfum að hafa aðgang að fagfólkinu sem að hér starfa og þess vegna finnst mér að við ætlum að taka út þessa setningu og ítreka frekar bara að stjórnsýslan sé til þjónustu reiðubúin fyrir sveitarstjórnarmenn. Og mér finnst mjög mikilvægt út af því að Mosfellsbær nú eitt fárra sveitarfélaga sem að hefur sett sér lýðræðisstefnu, þá finnst mér bara mikilvægt að Mosfellsbær virði réttindi og skyldur sveitarstjórnarmanna og auki þau frekar en takmarki. Þetta bókun eða til að? Já, þetta bókun. Þetta bókun. Þá hún ekki borin upp, heldur bara lögð fram. En það kannski rétt að halda því til haga að varðandi þetta að stjórnsýslan að sjálfsögðu til reiðu. En það skýrt í mínum huga og ég vona allra við þetta borð að ef að það þarf að vinna einhver gögn að þá ein skýr leið til þess að fá það unnið, það að fara með það fyrir bæjarráð og það ákvörðun þá kjörinna fulltrúa í hvaða verkefni
skuli ráðist og þá fer stjórnsýslan í þau verkefni en fer ekki í verkefni að óskum hvers og eins bæjarfulltrúa fyrir sig. Þannig fær hinn lýðræðislegi vettvangur tækifæri til þess að ákveða hvernig tíma ágætu starfsmanna okkar ráðstafað en Haraldur Björnsson. Ég fara til einhver umræðu efnisinnihald þessara. Það var farið ágætlega yfir það á bæjarráðsfundinum. Bæjarfulltrúar eitthvað að misskilja minnisblaðið. En ég vil nú bara koma upp til þess að segja það að bæjarráð eða bæjarstjórn breytir ekki minnisblöðum einstakra embættismanna. Bæjarstjórn eða bæjarráð einstakar nefndir geta búið til sín eigin minnisblöð, eigin álíktanir. Þau apparat standa þá fyrir því. En að bæjarráð geti breytt orðalagi minnisblaðs bæjarráðsmanns náttúrulega gengur ekki upp. Þannig vinnum við ekki, hvorki hérna annars staðar. Þannig að þessi tillaga er náttúrulega ótæk. Hún er reyndar ekki tillaga hér, hún var tillaga á bæjarráðsfundinum og það var áherslufulltrúanum bætt á þetta. Og ég held að þetta væri nokkuð skýrt að hvorki kjörnir fulltrúar í einstakar nefndir eða ráð til bæjarins breyta minnisblöðum embættismanna. Þá er við illa stödd í stjórnsýslunni. Sigrún Björnsson. Ágæti forseti, mér finnst þetta undarlegur málatilbúnaður og reyndar bara botnaði hreinlega ekkert í honum. Þetta minnisblað, þetta var fyrst og fremst hugsað sem vinnugagn og að sjálfsögðu höfum við sem að hér vinnum fullan rétt til þess að koma með okkar athugasemdir, sérstaklega þegar að verið er að flétta inn í svona texta einhverju sem að á sig hvorki stóð í sveitarstjórnarlögum né kemur fram í samþykktum stjórn Mosfellsbæjar. Þetta er viðbót við það lagaumhverfi sem að við höfum hingað til talið okkur búa við. Þannig að við hljótum að geta óskað eftir því að ræða þessi mál. Þetta er mjög óræð setning. Við vitum í rauninni ekki til hvers hún getur leitt, en hún er í öllu falli takmarkandi. Hún takmarkar okkar réttindi. Svona vinnuplagg, það hlýtur að vera lifandi. Það er vegna þess og ástæðan fyrir því að það er lifandi er einfaldlega að það á að leggja, það á að fara í ferðalag með þetta vinnuplagg inn í nefndirnar. Skipulagsnefndin meðal annars búin að óska eftir því að lögmaður eða einhver annar sem að vit hefur á þessum málu komi til nefndarinnar og upplýsi nefndina réttindi sínar og skyldur. Þannig að í mínum huga hlýtur þetta að vera lifandi plagg og við þurfum að ræða, viljum við fá þetta þarna inn í þennan texta, þrátt fyrir að hvergi sé kveðið á það, eða viljum við það ekki. Haraldur Björnsson. Bara öskursforseti. Ég veit ekki hvort að maður tala ekki nógu skýrt. Ekki hér á þessu fundum í öðrum fundum. Einstökum bæjarfulltrúum er sjálfsögðu heimilt að hafa hvaða skoðanir sem vilja af minnisblöðum embættismanna. En einstakir bæjarfulltrúar eða einstakar nefndir er ráð getur breytt minnisblöðum embættismanna.
þarna leggur og var óskaði eftir óskaði bæjarlag eftir því að bæjarlögmaður skrifaði minnisblað sem hann gerir, hann er að gera grein fyrir sinni afstöðu til þessara mála. Það er hans faglega skoðun. Bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir dregur faglega heit bæjarlögmannsins í efa, eða telur hann ekki að vita á sveitarstjórnarlögum þegar hún fullyrðir það að minnisblað hans stangist algjörlega á sveitarstjórnarlögum. Það er þá bara bæjarfulltrúar skoðun og hann er algjörlega leyfilegt að hafa hana. En hvorki hún í aðrir bæjarfulltrúar, endur þetta enn og aftur, geta breytt minnisblöðum embættisins. Bæjarráð eða bæjarstjórnin sem er búið til sitt eigið minnisblað. Þá er það ekki minnisblað embættismannsins, bæjarlögmannsins, heldur minnisblað bæjarstjórnar bæjarráðs. Theodór Björnsson. Forseti, ég hef sérstaklega gaman á þessar umræðu, lengi haft það. Ég held að sé bara, ég hef aldrei komið jafn oft upp í þetta púl undir sama eða keimlíku erindi og þetta. Þess vegna er hann eldheitur í þessu býsna klár bara, finnst mér, þó ekki menntaður sé í þessu vægi. En það er kveðið á það að við getum fengið upplýsingar og ég held ég að nefnt að við Sigrúnu áður að sé ykkur hörgull á því að kerfið neyti upplýsingar eða eitthvað þannig, það getur tekið tíma. En þá er ágætlega farið yfir þetta sem hérna í texta til viðbótar og ég eins og sé, ætla ekki að kannski það er óþarf að taka undir með haldið varandi það að bréf eða minnisblað embættismanna standa eins og þau eru. Við getum haft skoðun á þeim, við erum með fólki vinnu hér við þetta. En það er alveg skipt kveðið á þetta allir í lið 3. Að við höfum að beina þessu bara í hann á farveg sem margótt rætt sem framkvæmdastjórn okkar og svo forseti myndi á hlutverk bæjarráðs, þannig að það er ekkert sem að kemur í veg fyrir að við fáum gögnin, það er bara hvernig viðkomandi bæjarfulltrúi vill fá gögnin. Hún vill síður fara eftir þeir leyfi sem markaðir eru og kannski okkur öllum óhóll. Ég held við eigum bara að fara eftir þessu kerfi, þessu formi sem okkur öllum skaffað. Þetta er bara eins og með umferðaræðarnar, við verðum bara að fylgja þessu, við förum ekkert á móti einstefnu og það er ekki engar hindranir í þessu skjali hér sem ég get þvælst maður les bara lið 3, sæmilega. En ég get alltaf komið undir þessu lið aftur og aftur og aftur. Takk fyrir mig. Sigrún Björnsson. Já, mér langar bara að ítreka að þetta var hugsað upphaflega af því að ég óskaði eftir því að þetta minnisblað yrði tekið saman. Að þetta yrði tekið saman til þess að kynna fyrir nefndum og ráðum í Mosfellsbæ, kynna fyrir þeim sveitarstjórnarmönnum sem hér starfa réttindi þeirra og skyldur. Samkvæmt náttúrulega því lagaumhverfi sem við búum við. Og þar sem að þessarar setningar er hvergi getið í þeim gögnum, þá finnst mér ekki rétt að senda þetta svona inn í nefndirnar. Ég er ekkert að efast hæfi lögmannsins. Ég veit að þetta er fínasti lögmaður, ég veit að hann er samviskusamur, minnisblaðið var fínt og bara hef ekkert út á hann að setja. En mér finnst þessi setning ekki eiga heima í þessu minnisblaði sem ætlað er að upplýsa aðra sveitarstjórnarmenn sem hér starfa réttindi sín og skyldur. Bara vegna þess einfaldlega að þetta á sér ekki stoð í því lagaumhverfi sem við búum við. Já, sem ég kem hér upp undir sama máli. Ég heiti rétt á bæði þú Sigrún á það áðan að skipulagsnefnd hefur óskað eftir upplýsingum eða
fundi með lögmanni. Ef ég hef misskilið eða missett þá biðst ég afsökunar á því að það var ekki þannig. Það bara kom þetta inn á borð skipulagsnefndar. Þetta erindi sem byrjar í bæjarráði og það var samþykkt í bæjarráði 9. júlí að vísa minnisblaði lögmanns bæjarins reikning og skyldur kjörfulltrúa til umfjöllunar í nefndum bæjarins. Og jafnframt segir í fundargerð bæjarráðs 9. júlí jafnframt að lögmanni farið að funda síðar með þeim nefndum sem teldi þess störf. Það bara vildi árétta þetta var kynnt sem sagt en það var ekkert engin umræða eða óskum það að hann kæmi sérstaklega á fund skipulagsnefndar. Eins og við heyrðist ég held að hún hafi sagt áðan en ef ég hef misskilið það þá veist ég verðverðingar á því. Bryndís Gíslason. Forseti, ég ætla að fá að taka líka til máls undir þessum lið sem verið að ræða hér. Ég var reyndar ekki viðstödd þennan ágæta bæjarráðsfund þar sem að þessi bókun var lögð fram af hálfu íbúahreyfingarinnar og virðist vera ítrekuð hér. En ég verð að segja að ég get með engu móti skilið þessa bókun. Þar sem að verið að leggja til að felld verði út setning og eins og ég les það í bókunni sem lögð fram í bæjarráði þar sem að hún segir hún verði felld út þar sem hún á sér hvorki stoð í 28. grein sveitarstjórnarlaga né 20. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar. Þá fór ég nú í 20. grein samþykktar Mosfellsbæjar með leyfi forseta, aðgangur á gögnum og þagnarskylda, bæjarstjórnarmaður á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á afgreiðslutíma til upplýsingaröflunar vegna starfa sinna. Óski bæjarfulltrúi upplýsingar sem fela það í sér að taka þurfi sama gögn skal hann snúa sér til bæjarstjóra með slíka ósk sem verða skal við beiðinni svo fljótt sem unnt er. Ég get ekki betur séð en í umræddu minnisblaði sé lögmaður bæjarins bara að taka þetta sama þar sem í þessari grein stendur enda var honum falið nákvæmlega það. Ef að tillaga eða bókun fulltrúa íbúahreyfingarinnar gengur út á fella út á setningu þá hefði ég haldið að væri frekar tillaga við að breyta samþykktum bæjarins en ekki einhverju minnisblaði sem á að fjalla samþykktirnar og lögin. Þannig ég held að hljóti að gæta einhvers misskilning í þessu máli. Það allavega búið að leggja þetta fram í skipulagsnefnd. Ég hef nú ekki fylgst með því hvort það sé búið að leggja þetta fram í fleiri nefndum en við ræddum þetta þannig í skipulagsnefnd að það væri líka verið að ræða það í tengslum við lýðræðisstefnuna að halda svona námskeið fyrir nefndarmenn. Það var enda gert í mörgum nefndum að þáverandi ritari bæjarstjórnar mætti inn í nefndir og fór svona yfir helstu þætti og ég held að það sé mjög mikilvægt og við höfum rætt það í tengslu við lýðræðisstefnuvinnuna að það sé eðlilegt að einhver eins og lögmaður bæjarins haldi slíka fundi. Ég held að það sé eðlilega í staðinn fyrir að koma inn á nefndafundi að það sé bara haldinni 2-3 örnámskeið og fólk velur þá þann tíma sem hentar best og það sé ekkert endilega tengt nefndunum heldur er þetta almennt stjórnsýsluna. En ég verð að segja að ég skil ekki alveg þessa bókun og ég get ekki betur séð en þetta ágæta minnisblað sé bara algjörlega tekið upp það sem að í þessum bæði í samþykktum stendur og svo í sveitarstjórnarlögum eins og lögmannum var nákvæmlega falið. Sigrún hefur beðið orðið, hún taka allnokkuð oft til máls undir þessu lið en þú fáir kannski að bregðast við en kannski reynir að hafa eitthvað styttra lagi þar sem að þetta er mikil umræða þetta á þess að það hafi verið neitt svona skýrt málið eitthvað frekar. Ágæti forseti, ég þakka fyrir að fá að taka hér til máls og mér langar með leyfi forseta að lesa aftur setninguna sem að ég er að tala að verði tekin út. Setningin sem umræðir hljómar svo: og þá hefur verið talið að sveitarstjórnarmenn eigi einungis rétt á að fá upplýsingar sem eru til staðar en ekki að upplýsingar séu unnar. Það er ekki minnst á þetta í 20. greininni Bryndís sem að þú varst að vitna í. Þannig að mér finnst þetta sem þú varst að segja bara algjör útúrsnúningur. Forseti, það er líka gott að lesa þá áfram. Komma, samanber úrskurður ráðherra sveitarstjórnarmála 27. júlí 2006.
það er tekið á þessu atriði úrskurð og þetta er samanber það. Þannig að ég ætla ekki að halda upp í vörnum hérna við lögmenn, það er alltaf að lesa þetta í samhengi. Og það er engin hætta að fá mikið gögn, en bréfið stendur, það er fínt, það er upplýsandi og síðan geta menn þá díalóg það í nefndunum. Takk fyrir aftur. Sem sagt, það liggur hérna fyrir úrskurður ráðherra þessi mál. Fleiri sem óska eftir að þetta máls fundagerð bæjarráðs sem haldin var 9. júlí, númer 1219. Ef ekki, þá umræðan lokið og fundagerðin lögð fram. Við tökum fyrir fundagerð 1220. fundar bæjarráð sem haldin var 16. júlí og orðið laustu fundagerðina. Sigurður Björnsson. Já, ágæti forseti. Mér langar undir lið 1 fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2016-19 að koma með smá viðauka við bókun sem ég gerði á þessum fundi bæjarráðs, númer 1220. Og það er tillaga sem mér langar að bera upp hérna varðandi fjárhagsáætlunargerðina sem hljómar svo. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að framkvæmdastjórum sviða og undirstofnunum þeirra verði í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar 2016-19 falið að vinna starfsáætlun þar sem fram koma helstu markmið og þau verkefni sem á að ráðast í og þarf að vinna á starfsáætlunu. Er að ræða mikilvægt upplýsing og vinnugagn sem hjálpar til við rekstur sveitarfélagsins og veiti meðal annars bæjarstjórn, kjörnum fulltrúum og starfsmönnum sveitarfélagsins nauðsynlega innsýn í stöðumála fyrirfram. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur talað fyrir því að sveitarfélög tileinki sér að vinna greinargóðar starfsáætlanir og leggur íbúðarhreyfingin til að Mosfellsbær taki upp það vinnulag. Ársskýrslur sem mikil vinna hefur verið lögð í Mosfellsbær eru svona eftiráplögg. Þau gegna ákveðnu hlutverki en starfsáætlanir þær gegna öðru hlutverki og veigameira. Þær vísa inn í framtíðina og auðvelda fólki reksturinn og þess vegna ber íbúðarhreyfingin upp þessa tillögu. Er þetta að fá hann að skurða? Já. Theodór Björnsson. Ásvöldi bæjarfulltrúar, ég get náttúrulega lagt frá einhverjum tillögum þar sem ég bið okkur að gæta hruninu 2000 eitthvað, en við erum að tala eitthvað sem er liðið og svona spátumurinn í framtíðar skipulag fjárhagsáætlun geta bara beðið þess tíma fyrir að ræða það almennilega. Þetta er frágengi mál, mér finnst þetta er alveg ágætt tillaga og örugglega, en hún rýrnar ekkert í gildi ef við komum með hann bara með réttum hætti og komum að fjalla hana sérstaklega, fyrirgefið. Ég kann ekki stjórnsýslu upp á 10, en ég held að þetta sé eitthvað skakkt. Takk. Ég held að sé rétt að við býðum hann til að við fáum þessa tillögu. Já, ég að senda hana. Tekur það eitthvað tíma ef að gera fundarhlé með hann eða? Nei, hún bara hérna á tilbúin. Ég þarf bara að senda hana hérna. Theodór Björnsson. Þannig að ég tekur tíma að forseti fá tillöguna þá legg ég til bara ég glemdi í lokin að við fellum þessu tillögu. Takk. Það er. Ég er búin að senda hana. Það hefur komið á.
nægilegt að ég lesa hana eða óskið þetta ekki fundarhlé að ég lesa hana? Á ég að senda þetta? Nei, það er bara að ég lesa hana upp hérna á eftir þegar hún best. Hún ætti að vera komin. Kemur ekki til mín. Hún er ekki komin. Það er alltaf sama vandamáli hérna. Tillagan er svohljóðandi. Bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að framkvæmdastjóri sviða og undirstofnunum þeirra verði í tengslum við gerð fjárhagsáætlana 2016-2019 falið að vinna starfsáætlun þar sem framkoma helstu markmið og þau verkefni sem á að ráðast í og þarf að vinna á starfsárinu. Er að ræða mikilvægt upplýsinga og vinnugagn sem hjálpar til við rekstur sveitarfélagsins og veitir meðal annars bæjarstjórn, kjörnum fulltrúum og starfsmönnum sveitarfélagsins nauðsynlega innsýn í stöðu mála fyrirfram. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur talað fyrir því að sveitarfélög tilengi sér að vinna greinargóðar starfsáætlanir og leggur íbúahreyfingin til að Mosberg taki upp það vinnulag. Ársskýrslur sem mikil vinna hefur verið lögð í eru eftiráplögg og gegna því öðru hlutverki en starfsáætlanir sem vísa veginn inn í framtíðina. Þetta er tillagan og það liggur fyrir að koma hér tillaga síðasta ræðumans en þannig að tillagan er borin upp þeir sem að samþykkja hann ekki og svo ekki að merkja. Mína tillögu? Já. Forseti, Já. ég verð ekki að athugasemd þessu fundarstjóra. Þessi tillaga er einhvern tengslu við þetta mál sem þetta var dagskrá. Fjárhagsáætlun 2016 er ekki á dagskrárfundur. Það var mjög rétt að viðkomandi bæjarfulltrúi áhuga því að koma þessi tillögu að gera það réttu vettvang. Ég hef rétt fyrir þessar tillögur vísa frá. Þessu þess að gerða starfsáætlun hjá manni ef að bæjarfulltrúi hefur ekki átt að segja til. Það er komin frá það var samt eina sem lá fyrir var tillaga að fella en tillaga frávísun var ekki komin þegar ég byrjaði að bera upp þessa tillögu en hún gengur náttúrulega lengra. Þannig að þeir sem að samþykkja að óskar eftir að Já, mér langar að svara þess. Það var ráðsandi komið á. Það er frávísunartillaga er tekin til afgreiðslu án umræðu. Já. Þannig eru fundarsköp og þannig að ég ber upp tillögu frávísun. Þeir sem að samþykkja hana ekki og svo ekki að merki. Takk fyrir og á móti. Hún er samþykkt með 8 atkvæði gegn 1. Fleiri sem að þá skattir að hengja til máls fundagerð 1220. fundar bæjarráðs frá 16. júlí. Svo er ekki og þá er fundagerðin lögð fram. Því næst tökum við fyrir fundagerð 1221. fundar bæjarráðs sem hann var 23. júlí. Orðið er laust fundagerðina. Býttu nú við 21. fundar. Þannig kemur næstur í röðuna eftir 1220 lítur að vera. Fjölskyldunefndin kemur næst hér. Hún var afgreidd í bæjarráði. Já. Jú, hún er bara hluti af bæjarráðs fundagerðinni. Þannig að orðið er laust fundagerð 1221. fundar bæjarráðs sem haldið var 23. júlí. Sigrún Björnsson. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir lið 21 í fundagerðinni. Það er Krikahverfi, deiliskipulagsbreytingar 2012. Þessa? Það ekki? Jú, 821. Já. Og ég er hér með bókun
Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar vekur athygli á því að fyrir stuttu kom til greina að breyta skipulagi við Sunnukrika. D-listi tilgreindi það verið að breyta þarna skipulagi sem sagt. Og bókunin hljóðar svo: fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar vekur athygli á því að fyrir stuttu kom ekki til greina að breyta skipulagi í Sunnukrika. D-listi tilgreindi það meira að segja sem rök fyrir því að ekki væri hægt að reisa þar miðbæjarskóla, að það væri þar fyrir annað skipulag. Nú allt í einu verið að skipuleggja þarna íbúðabyggð með 45 íbúðum og 55 bílastæðum ofanjarðar. Reiturinn samt skilgreindur í aðal- og deiliskipulagi fyrir verslunar, þjónustu og skrifstofuhúsnæði. Það eru tveir aðrir samskonar reitir í Sunnukrika og mér spurð hvort að það eigi að breyta þeim eins og þessum í íbúðabyggð. Í dag ófremdar ástand á álagstímum vegna umferðarþunga út úr hverfinu og mér spurð hefur meirihluti því á vafnlista hugleitt hvernig ástandi verður ef af þessum breytingum verður. Hvað þá heldur ef að þá að fjölga þarna á hinu skipulagsreitunum íbúðum. Það líka hækka bygginga frá því sem nú og þá spyr ég líka, ekki nýlega búið að dæma Mosfellsbæ til að greiða sektir vegna sams konar mála í sama hverfi. Það vekur athygli að ekki var minnst á þessar fyrirætlanir fyrir fyrra árinu þegar umræður miðbæjarskóla stóðu sem hæst. Íbúðarhreyfingunni því spurð hver hafði frumkvæði að þessum skipulagsbreytingum og hvenær hófst vinna við þær. Var það arkitektinn, byggingaraðilinn, meirihlutinn? Málið var að því sem ég best veit ekki rætt í nefndum. Varstu að búa bókun? Það kannski rétt að það ekki verið neinar ákvarðanir teknar þarna. Þetta eitthvað sem þetta verið að ræða mál í skipulagsnefnd og engar ákvarðanir teknar en Bryndís Kjósveg. Það ræða hugmyndir. Já, forseti, ég held að sé mjög mikilvægt að það sé ekki hér einhver hræsn og áróður eða það óttast að það sé vera hækka byggingar eða skerða útsýni og valda mögulega einhverju tjóni og bótaskyldu bæjarins. Það rétt að undir þessum lið þá komu hér inn hugmyndir að deiliskipulagsbreytingu á lóð í Sunnukrika sem lóð sem í eigu bæjarins og þá þarna tillaga því að breyta þessari lóð í íbúðarlóð. Það eru engar ákvarðanir teknar. Þetta hugmynd sem ratar hérna inn í nefndina og var rætt og nefndin fór yfir kosti og galla þess og engar ákvarðanir teknar og þetta heldur áfram til umræðu í nefndinni. Ég kannast nú ekkert við það sem að bæjarfulltrúinn talar ófremdar ástand að komast inn og út úr þessu hverfi. Ég hygg nú að þetta hverfi sé að þeirri stærðargráðu að þessi útgönguleið sem úr því ætti nú vel að þjóna því í öllum skipulagsfræðum, þá held ég að það myndi allavega flokkast undir það. Þá vil ég taka það fram að það hefur verið til umræðu hér á einhverjum vettvangi innan stjórnsýslunnar hvort að það sé eðlilegt að skoða það að breyta þessari lóð í íbúðarhúsnæði. Það var meðal annars velt upp í ágætum starfshóp sem fór yfir leiguíbúðir og var með það verkefni á sinni könnu að þá var þetta nú ein hugmyndin sem var skoðuð. Þannig að hugmyndin, það var spurt að hvaðan hún kemur hér allavega með vitneskju minni sem formann skipulagsnefndar og bæjarstjóra að skoða þetta og var skipulagshöfundinu falið að koma fram með tillögur. Ég held að sé alveg að segja að okkur hugnast ekkert alfarið þær tillögur og það ýmislegt svo sem við þær athuga en við bara höldum áfram að vinna með þetta verkefni og ég vil taka fram að þetta svæði skilgreint í aðalskipulagi sem miðbæjarsvæði, svo jafnframt með Háholti og Bjarkarholti og þá í skilgreiningu á þeim reitum í aðalskipulaginu okkar þegar kemur á Háholtinu og Bjarkarholtinu talað að þar geti verið verslun og þjónusta og íbúðabyggð sem blöndu byggð en skilgreiningin á þessum reitum tekur ekki til íbúðabyggðar, heldur segir bara verslun og þjónusta. Þannig að það má þá velta fyrir sér hvort að við myndum vilja gera líka breytingu á aðalskipulaginu.
En ég get algjörlega fullvissa að bæjarfulltrúa Sigrúnu Pálsdóttur það að við í skipulagsnefnd munum fara faglega og vel yfir þetta verkefni og munum eflaust ekki leggja hér til neina tillögur sem eru hér bótaskyldar eða til að valda einhverjum usla. Og þannig að þetta mál rataði þarna inn í fyrstu umræðu á þessum fundi og átti sér stað ágætis umræða og það mun örugglega verða rætt frekar á vettvangi nefndarinnar. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð, bókur á leiðinni eða Sigrún Björnsdóttir? Já, ágæti forseti, ég sé ekki ástæðu til að bóka fyrst að þetta bara á frumstigi. En ég skil samt ekki og það var það sem að ég minntist á í textanu hérna áðan. Ég skil samt ekki af hverju að ekki mátti breyta skipulaginu og það voru notuð sem helstu rök gegn því að reisa miðbæjarskóla þarna á þessum reit og svo allt í einu dúkkar upp svona skipulag. Ég hef ekki fengið svar við því að ég mista því Bryndís hvaðan þessi skipulagshugmynd komin. Theodór Björnsson. Ég er bara með eina spurningu svona, því ég er með rosa gott minni, ég man ekki alveg Sigrún vísaði til þess að rök gegn miðbæjarskóla á þessu svæði hafi meðan fært þessi rök fyrir því að það var ekki miðbæjarskóla þarna með þessu skipulagi, ég man ekki eftir því. Miðbæjarskóla umræðan var heildstæð, ég bara man ekki eftir ekkert öðru en af því það eru veigamikil rök í þessu, ég man ekki eftir hvar þau voru færð fram af þá líklega meirihlutanum. Það væri ansi gott að hafa þau svona við hendina, en kannski til viðbótar, en ég líst að þessu ágætlega á þessa tillögu og eins og kannski Bryndís nefndi hérna fekk að sé betur í að við ætlum auðvitað ekki að fara að risikera einhverjum málaferlum með annað en við reynum hins vegar og ég er mjög fylgjandi því að ég vil fleiri íbúðir, ég vil þéttar, ég vil hærri byggð, ég vil meira íbúðum, þá kemur þjónusta og líf í bæinn okkar og eitthvað svona, ég er hrifinn af því og ég held að varðandi ófremdar ástand sem ég veit ekki til þess að neinn rök séu heldur fyrir með innganguna eða útgangunum úr hverfinu að það nú ekki sérlega betra á álagstímum með skólabyggingunni en ekki þegar ég er að taka afstöðu til skólabyggingunni en bara rökin sem að Sigrún nefndi upphafi hvað við höfum fært þessu rökin því að þarna ekki viðbæðarbúri væri skipulagið. Þannig að takk fyrir. Og fleiri búin að biðja orðið. Bryndís Björnsdóttir. Já, afsakið forseti, ég ætla að svara en ég er aðeins að leita gögnum til að undirbúa svarinu. Þá gerum við örstutt fundarhlé. Við hefjum þá fund að nýju. Bryndís Björnsdóttir. Íbúahreyfingarnar Sigrúnu Pálsdóttur hvaðan hugmyndin hefði komið. Ég taldi mig hafa svarað því áðan, hún kemur svo frá meirihlutanum og ratar svona inn í nefndina að gera tillögu að því að breyta skipulagi á þessari ákveðnu lóð í Sunnukrika í íbúabyggð í staðinn fyrir verslun og þjónustu. Það er tilurð þeirrar hugmyndar og eins og ég sagði hérna áðan þá óskum við eftir því að skipulagshöfundur myndi koma fram með einhverjar tillögur og þær voru þarna lagðar fram en þær voru ekki samþykktar. Og verið að vinna áfram með málum. Jafnframt spurði mig eitthvað í tengslum við miðbæjarskólann og það verkefni sem skipulagsnefnd var með hér á síðasta ári og lauk upphaf þessa árs og þá fann ég hér bókunina þar sem að skipulagsnefnd bókaði að hún hefði yfirfarið tillögur uppbyggingu miðbæjarskóla og aflað álits frá aðalskipulagshöfundi og skipulagsfulltrúa. Nefndin telur ekki ástæðu til að gera breytingu á gildandi aðalskipulagi þannig að byggður verði skóli í Sunnukrika. En leggur áherslu á að huga verða uppbyggingu skóla í Helgafellshverfinu eins og aðalskipulagi gerir ráð fyrir. Þannig ég kannast nú ekki við það eitt að það hafi verið eitthvað ákveðið skipulagi gildi á þessari ákveðnu lóði í Sunnukrika hafi verið eitthvað ráðandi fyrir það. Við vorum að horfa heildstætt á málið og niðurstaða meirihluta nefndarinnar var að það væri ekki ástæða til að gera breytingar á aðalskipulagi varðandi skólamanningar.
það er farið ákveðlega yfir það í minnisblaði frá ráðgjöf okkar varðandi aðalskipulagið og svo í minnisblaði skipulagsfulltrúans okkar. Þannig að það voru margþættar ástæður þar að skipulagsnefnd mælti ekki með svokölluðum miðbæjarskóla í Sunnukrika eins og stundum var rætt. Ég vona að þetta hafi svarað þeim spurningum sem framkom. Sigrún Björnsson. Já, ágæti forseti, það kom mér skýrt fram í þessum gögnum sem hún varst að vísa til Bryndís að það væri fyrst og fremst vegna þess að það þyrfti að breyta aðalskipulagi sem að ekki væri hægt að reisa skóla í Sunnukrika. Það var eiginlega bara niðurstaða þeirrar vinnu, þannig að ég tel mér full óhætt að, eða sem sagt óhætt að halda því fram. Og svo varðandi svarið að það sé meirihlutinn sem að bara ákvað þetta að ráðast í þessa skipulagsvinnu. Eru það eðlileg vinnubrögð að leggja í kostnaðarsama af því að það var náttúrulega haft samband við arkitektinn, hann gerir þessar teikningar og svo framvegis. Er það eðlilegt að vinna þannig að þetta sé ekki borið undir nefndi bæjarins áður en ráðist í að breyta uppdráttum af skipulagi hérna? Haraldur Björnsson. Ég ætla að bregðast við þessu. Ég held að bæjarfulltrúinn Sigrún Pálsdóttir hljótur að vera að misskilja eða vilja að misskilja, hvort það afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarstjórnar á miðbæjarskóla. Skipulagsnefndin taldi ekki ástæðu til þess að breyta aðalskipulagi bæjarins staðsetningu skóla í bænum. Aðalskipulag bæjarins gerir ráð fyrir skóla í Helgafellshverfi, á Varmá og Lágafelli, í efri byggðum bæjarins og kringum Sólvalla, Reykji, Tveir og Blikastalandi og svo framvegis. Aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir skóla í Sunnukrika eða miðsvæði. Það var það sem að nefndin lagði til grundvallar í afstöðu sinni, en taldi ekki ástæðu til að breyta aðalskipulag bæjarins hvað þetta varðaði. Það kemur skipulagi Sunnukrika í sjálfsögðu ekkert við, hvort það atvinnusvæði eða íbúðasvæði. Þannig að það sé nú skýrt sagt. Hvað var að hitta atriðið? Hvort að þetta sé talin eðlileg vinnubrögð? Já, að sjálfsögðu. Að það þarf þegar að menn vilja skoða möguleika á breytingur einhverjum hlutum, þá þarf að undirbúa slíka umræðu inn í nefndum. Og þarna var það gert með þessum hætti að skipulagshöfundur var farið að skoða hugmyndir að möguleika á því að breyta skipulagi þessa vöru. Þetta er ekki að ræða stærri lóð, ekki að ræða atvinnustað sem heitir íbúðasvæði. Og hann leggur þá hugmynd sína inn í vinnu nefndarinnar. Það sé að nefndarinn að vinna úr því og taka ákvarðanir um það hvað við það verður gert. Og það ferli í gangi. Það sjálfsögðu eðlileg vinnubrögð. Fleiri sem óska eftir að taka máls fundargerð 1221. fundar bæjarráðs sem haldið var 23. júlí. Ef ekki, þá umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst tökum við fyrir næst síðasta dagskrárlið þessa fundar sem fundargerð 1222. fundar sem haldið var 30. júlí. Orðið er laust við fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Þá loka dagskrárliðurinn, það fundargerð 270. Afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem haldið var föstudaginn 14. ágúst og þar ánægjuleg tíðindi að það eitthvað þarna verið að veita fjölda byggingarleyfa og þannig að eitthvað í hjólinn að snúast í okkar ágæta sveitarfélagi. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðan lokið og fundargerðin lögð fram.
dagskrá þessa fundar er tæmd. Ég þakka fundarsettuna og segi fundi